Eins og við var að búast var Ísland meira með boltann og Úkraína kom sér í færi í skyndisóknum. Þótt íslenska liðið hafi fengið góð færi í fyrri hálfleik fékk Úkraína vafalaust besta færi þegar Kravachuk slapp ein í gegn en Cecilia Rán Rúnarsdóttir bjargaði í markinu. Og svo náttúrulega bara heimsklassa varsla frá Sessu og já, bara akkurat þessu viljum. Við náttúrulega bara vildum koma út af krafti. Okkur fannst svona pínu deyfð yfir okkur í fyrri hálfleik. Svona eins og við værum kannski pínu meira smeykar við að tapa leiknum heldur en að vilja til að vinna hann. Og töluðum bara það og ákveðum að setja koma út af krafti. Það gekk sannarlega eftir tæpa mínútu í seinni hálfleik skallaði Alexandra Jóhannsdóttir boltann í átt að marki. Þar sem hann endaði eftir stutta viðkomu hjá úkraínskum varnarmanni 1-0. Það urðu einnig lokatölur og íslenska liðið vann góðan sigur sem gæti reynst afar dýrmætur í leið Íslands á HM. Íslenska liðið keppir að líkindum við Úkraínu þriðja sæti riðilsins sem veitir sæti í umspili fyrir heimsmeistaramótið. Bara geggjuð, ógeðslega mikill, bara ég ætla ekki að segja léttir, heldur bara svona bara komið. Hefði þetta verið betra að vinna aðeins þeirra heldur en 1-0 en 3 stig eru 3 stig, þannig ég tek því alltaf sko. Þá ný kynslóð landsliðskvenna að stíga upp. Linda Líf Bóama kom inn á í sínum fyrsta leik fyrir A-landsliðið og Telma Karen Pálmadóttir spilaði sinn fyrsta byrjunarliðsleik. Það var bara sett byrjunarlið á æfingu í gær og ég bara myndaði strax eitthvað spenningur í mér og ég er bara búin að vera spennt síðan. Þetta er algjör draumur. Það er ógeðslega gaman að spila Laugardalsvelli og bara þetta var ógeðslega gaman.